Komið sæl. Ein spurning sem við fáum oft hvort við ætlum ekki að búa til verkfæri sem að geta hjálpa kennurum að þjónusta bráðgera nemendur. Við höfum brugðist við því og nú komið verkfæri hér undir kennsla og skipulag sem að heitir dýpkun. Þið farið inn í það verkfæri, ítið á byrja og hér getið þið sett inn efnisheiti, límt texta úr námsefninu eða hlaðið upp PDF-skjali. Ég ætla að byrja á því að fara á að hlaða hér upp skjali með námsefni og við förum hér inn, sækjum námsefnið og höldum áfram. Síðan koma stillingarnar. Þið eigið að velja hvernig áskorunarverkefnin eiga að vera og ég ætla að segjast að vinna hér með 7. til 7. bekk. Þið getið valið hér dýpri skilning, skapandi verkefni, raunverulegt vandamál eða rannsókn. Og ég ætla að fara hér inn í dýpri skilning. Þið getið síðan valið 1, 2 eða 3 verkefni og svo hversu langt eða lengi nemandinn á að vinna að þessu verkefni sirka bát. Við höldum okkur hér við 20 til 30 mínútna verkefni og ítum á búa til verkefni. Hún greinir núna námsefnið og hannar fyrir ykkur áskorunarverkefni sem að þið getið síðan prentað út og látið nemandann fá. Núna þegar hún búin að búa til áskorunarverkefnið getið þið skoðað hvernig verkefnið og þið getið síðan annarkvort sótt þetta sem Word-skjal eða hlaðið þessu upp í Google Drive. Og hérna getið þið svo tekið ykkur til og lagað aðeins til. Og hún talar hérna áskorunarverkefni 1, arkitekt nýs samfélags og svo fáið það því ég valdi 2 að þá fáið þið hér tímaflakk og menningar árekstur. Og þessi verkefni eru mjög góð fyrir nemendur sem að skara fram úr og þurfa meiri áskorun.